Formaður Rafiðnaðarsambandsins gagnrýnir fjölmiðla fyrir að gefa ranga mynd af mótmælum almennings gegn efnahagsástandinu. Formaður Rafiðnaðarsambandsins segir það gegnumgangandi að þegar almenningur á Íslandi reyna að mótmæla taki stjórnmálamenn og fjölmiðlar höndum saman og geri lítið úr mótmælunum. Sólveig Bergmann. Fjölmiðlar, þeirra á meðal fréttastofa Stöðvar 2, hafa verið gagnrýndir fyrir fréttaflutning af mótmælum í miðborginni í gær. Rauði þráðurinn er að athyglin hafi beinst að hópi fólks sem kastaði eggjum að Alþingishúsinu og riskingu sem urðu við Alþingisgarðinn. Minna hafi farið fyrir umfjöllunum þær þúsundir sem komu saman á Austurvelli til friðsamlegra mótmæla og hlýtu á ávörp. Þarna voru 6.000 manns, allir mjög friðsamir og taka þátt í þessu. Síðan voru þetta kannski 10 manneskjur sem voru með eitthvað læti og hentu kannski einhverjum 6-8 eggjum í húsið og 2 strákaguttar sem fóru þarna upp á húsið og skiptum og mjög tákrænt og vel að setja bónusmerki þarna á. Og allt í kringu þetta að þetta er djúsi, tóku myndir af þessu og sögðu fréttamennir, það var bara þetta sem þeir tóku myndir af. Og maður var mjög undrandi og ósáttu við það, hvernig tekið á þessu. Finnst þér þetta vera gegnumgangandi í umfjöllunum mótmæli? Já, mér finnst það mjög áberandi í hvernig íslenskir fjölmiðlar og stjórnmálamenn taka höndur saman það að gera alltaf svo lítið úr mótmælum. Ef þetta er rétt, hvað gengur okkur fjölmiðlamönnum þá til heldur? Ég meina, hver er að borga ykkur kaupið og svo heyrir maður alltaf hreint aftur og aftur að ef þið eru ekki nógu þæg og góð við ráðherrana að þá næst þið vilja fá viðtal við og þá vilja þeir ekki tala við ykkur. Þið eru bara settið út á sakramentinu ef þið eru ekki þæg og góð.